Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við höldum okkur við okkar steðja og vonandi öll bara og gerum það sem uppálagt að gera hverju sinni og ég þetta og þú það sem Drottinn ætlar þér að gera og skilum þessu öllu saman af okkur með þeim sóma og sæmd sem að tilheyrir fólki Drottins. Og það svo sem ekkert að fræða þau það hvað hann ætlast til með þig. Hann segir þér, vertu góð ilmur minn kæri vinur og vinkona. Og þegar við lærum og skiljum hvað áttir við með góð ilmi Drottins, þá það vegna þess að við höfum verið að nema fræðin sem að hann hefur verið að kenna í gegnum orð sitt og reynt eftir megni að gera þau að okkar lífsvegi. Þá við leið þessi góðilmur Drottins sem að fleiri en hann njóta góðs af því að allt umhverfið auðvitað þarna með. Þannig að við getum alveg sætt okkur við ýmislegt og sættum okkur við ýmislegt og meðal annars það að hann með í verki og vill vera með í verki vegna þess að hann gerir bara góð verk og uppaleggur sínum mönnum og konum að fylgja sér og leyfa sér að vera með í verkunum til að þau verði líka góð. Við megum ekki gleyma því að Drottinn leið að opinbera sjálfan sig með því sem hann að gera gegnum mig og þig. Hann að opinbera fyrst og fremst sjálfan sig því að þetta snýst að endingu allt hann, ekki mig. En ég verði keyptur og það líka gott að gera sér í hugarlund að ég verði keyptur og lít svo á að hann eigi það inni hjá mér að hegðun mín sé í það minnsta þokkaleg. Hún það? Ekki að þú ættir að svara því nei, þá væri það ekki, en hún það nú samt. Ég hef breytt bara samkvæmt vilja Guðs og gert gott úr öllu saman. Þannig að mælistika sem við höfum á okkur þarf alltaf að vera guðleg. Það sem Drottinn mælir með það sem í raun og veru gilt. Ekki hvað ég og þú segjum eitt og annað. Hvað segir Drottinn? Og það sem hann mælir það sem að gildir. Þannig við sjáum að það mjög gott að miða allt sitt við það hvaða augum Drottinn lítur verkin og hlutina og eitt af því til þess að koma sér þangað og halda sér þar að rækta þetta samfélag á hverjum degi. Þannig að þú sérð að orðin að maður þurfi ekki alltaf að vera í Guði, þau bara passa engan veginn inn í þessa umræðu. Og menn sem komnir eitthvað áleiðis í sinni trú líka ekkert að tönnlast neitt á þeim. Þeir vita betur. Þeir vita að þetta daglega samfélag það sem gildir, sem lífir, sem virkar. Og allir sem að vilja að trú sín virki, ég veit að þú vilt vera það, þurfa því að vera með þessa hluti alveg á hreinu. Og þetta ekkert flókið að hafa sínmál á hreinu að þessu leyti. Þú gerir bara það sem að Drottinn uppáleggur. Hann segir að við skulum vera daglega í samfélagi við sig. Hann segir þér ekkert að vera í daglegu samfélagi við mig, hann bannar þér það auðvitað ekkert. En ég mun aldrei hafa sama vægi og hann. Svo fyrir utan það ég bara eins og ég og kannski mætir mér ekki alltaf eins. Og líklega get ég sagt sama þig. Að þú mætir alltaf Guði eins. Hinum uppristna Jesú Kristi eins. Þú mætir aldrei þar nema neinu öðru en hlýju, kærleika, elsku. Og þú upplifir því í honum sem hjartanlega velkomin í orðana fyllstu merkingu.
En það því miður ekki hægt að segja allar heimsóknir sem við förum í, að við upplifum okkur alltaf, þó við gerum það kannski oftast, alltaf sem hinir hjartanlega velkomnu jafnir þó að þetta sé látið fylgja með. Þannig að Guð og maður ekki sama. Guð óskeikull, en maðurinn skeikull. Og fátt af honum að búast nema að hann sé bara í anda Guðs. Og síðan í anda Guðs, sem við erum auðvitað að keppa eftir og hvetja til, þá kemur þetta guðlega eðli fram. Af því hann þó í raun og veru með sjálfan sig inn í ríki Guðs. Og þar býr ekkert nema fegurð. Við sjáum að þessu, hversu mikill leyndardómur Guðsríkið raunverulega Að það sem að Drottinn segir að vera, og hann talar sitt ríki sem öðruvísi ríki heimsins. Við veitum alveg hvernig ríki heimsins Við erum þaðan. Við þekkjum það, við fæddumstum inn í það. Og við sjáum ennþá ríki heimsins eins og það hefur alltaf verið. Við sjáum bara glundroða. Hver höndin upp á móti annarri, alls konar pælingar og hugsanir og verk sem eru allt öðruvísi í dag. Sjáum við til að mynda með þetta COVID dæmi. Ég sé bara glundroða þar, öngþveiti í dag. Einhverju örvæntingu, við þurfum að gera þetta svona, við þurfum að drífa í þessu, við þurfum að losna við þetta. Við þurfum að fara að ferðast og drekka brennivín og allt það. Við viljum bara gera þetta allt saman frítt og frjálst. Ekki frítt kannski, en frjálst, en það hefur ekki verið. Vegna COVID, og menn eru með bara allt í gangi til þess að losna við þetta COVID. Við erum að sprauta núna fólki í 3. skiptið. Og allt í einu droppar upp 4. afbrigði eða 5. Guð má vita hvað af þessari veiru. Og það eru áhöld allar þessar stökkbreytingar, hvort efnin sem við erum að sprauta til varnar sé að virka á þessi nýja afbrigði. Þetta alltaf sama spurningin. Og við erum sérstaklega með allt fólki núna í sprautum og það búið að sprauta eitthvað á annað 100.000 manns sem náttúrulega vel að verka í staðið, það vantar ekki, en það mjög vel skipulagt, ég verð að viðurkenna það. En samt erum við að greina ykkur allt og mikið af smittum. Það nú bara þannig. En mér skilst nú að menn séu ekki, veikist ekki siftarlega af því sem þeir sem að veikjast í dag veikist ekki eins heftarlega eins og var fyrir kannski nokkur mánuðum. Ég spái því nú að þetta sé nú allt saman undanhaldi og það sé að fara að styttast í endan á þessu ferli. Sem við getum öll sagt að sé leiðinda ferli og reynsla sem að við kannski búum að einhverju, lengi kannski, en hvort við lærum eitthvað af henni, það veit ég ekkert það bara allt annar handleggur. Við höfum marga fjöruna sopið en ekki lært af öllu því sem við lendi í. Sumir reyndar eru hygnari og læra af því sem við lendi í, bara til að lendi ekki því aftur. En þetta allt saman ekki nokkur einasta leið að reikna út fyrir nokkur einasta mann. Því það svo erfitt að átta sig á því hvernig menn bregðast við. Svo líða tíminn og þetta afstæðið og hvað gerist þá? Því getur enginn svarað, en tíminn mun hins vegar svara. Það er svo margt sem við þurfum að hamra á. Og svona líka trúin. Og þess vegna gaf Guð okkur þessa nálægð við sig. Því hann veit alveg hvernig ég og þú erum. Veit alveg hvað við erum gjörn á að detta út í einhver aðra sálma. Veit hvernig hugurinn spinnur og vinnur og hann fljótur að taka ákvarðanir eitt og annað. En þessar ákvarðanir eru fráleitt alltaf réttar. Það svona gallinn við þessar ákvarðanir okkar margar að þær eru aldeilis ekki alltaf réttar. En við höfum leiðina,
Við höfum aðferðina við að ná þeim fram réttum. Það heitir leið lifandi Guðs. Sumir eru fúsir að fara hana og keppa eftir að fara hana. Aðrir vil ekki sjá hana. Vil ekki heyra hana. Vil ég helst bara aldrei þurfa að heyra hana. Svona afstaða manna misjöfn. En öll viljum við taka réttar ákvarðanir, vinna verk sem að vaxa í höndunum á okkur. Sumir eru þeim megin virðist vera í lífinu, en aðrir ekki. Af hverju? Ég veit ekkert það. En ég veit bara það að þú sem átt trú á lifandi Guð getur tekið réttar ákvarðanir í öllum þínum málum. Öllum, ekki bara sumum. En leiðin þangað gegnum lifandi Guð og samfélagi við hann. Núna dagur, nú getur ég og þú haft samfélag við lifandi Guð. Og séum við að velkjast í vafa eitthvað sem við þurfum að gera, höfum við beint samband við hann hvert og eitt. Og Drottinn elskar að ljá mönnum svar og við getum vitað, að því við þekkjum hann, að svarið sem kemur mun færa okkur í fang alls konar krásir. Við getum verið örugg það. En ferlið auðvitað segir mér það, ég þarf að fylgja Drottni í þessu ferli. Hann kemur með eitthvað og þú svona vaknar við það að þú ert búin að fá einhverja góða hugmynd og kannski sérðu örla á einhverju bænasvari sem er framundan. En það bara fyrsta skrefið. Hvað eru mörg skref eftir þangað til að þú færð þetta fullskapað, veit maður ekki. En þessi skref, hvert fyrir sig, í raun og veru tilbeiðsla til Guðs, lifandi Guðs, að vera með. Þannig virkar þetta. Þannig að þú færð bænasvar, en ert svo ekki rokin í eitthvað annað. Nei, þú vinnur það til enda, og hefur Guð ákallið til Guðs allan tíman með þér. Þannig að Drottinn krefur okkur alltaf þolinmæði. Og svo líka annað, að hann fer ekki mína leið. Hann fer sína eigin leið í öllum sínum málum. Hann veit alveg fljóthugan mig og fljóthugan þig. En hann getur því miður ekki nota neitt af þessu. Viljirðu þiggja ráðin hans, þá munu þau duga, þá munu þau koma því til vega að þú gerir það og fáir það sem að þú ætlast til af verkinu, en þú verður að vera undir hans leiðsögn alla leið. Eins og við vorum að tala að þá byrjar allt með því að þú færð ykkur á hugmynd. Svo næsta skref að fara að undirbúa það einhvern veginn. Þú hefur Drottinn með og undirbúningin. Og svo heldur áfram með það sem komið og þú ert ennþá með Drottinn með. Og þetta vex og smátt og og þú ert alltaf með Drottinn með. Og svo þegar það komið að því að fara að nota þetta verkfæri, hvað sem það þá nú aldeilis þörf fyrir því það að vera með Drottinn með í framkvæmdinni. Ef ég gríp fram í fyrir hann á einhvern stað, þá líklegt að það klúðrist. Allir það sé ekki fallsaga flestra verka sem kristnir menn hafa gert, framkvæmt, sé hún til staðar, að þeir klúðruðu á einhverjum stað og klúður í þessum máli getur aldrei verið neitt annað heldur en með einhverjum hætti viðskilnaður við leiðsögn Guðs. Þannig við erum aldrei með sjá okkur á þeim stað að nú sé þetta allt komið, nú sé þetta alveg komið á hreinu og hreint, nú ætlum við að gera þetta svona. Við þurfum alltaf að spyrja Drottinn vegferðina. Af hverju haldið þið, kæru vinir, að Drottni sé svo umhugað að ég heyri í honum. Það út af þessu. Og svo dagleg samskipti við hann það sem við erum að byggja saman, segjum það. Gerir að verkum að þetta heldur áfram að vera þessi blómlegi rekstur.
margt sem drottin er með hér á jörðin bara beinni rekstur. Hvað starf safnaðar annað en beinni rekstur? Hvað starf í kirkju annað en beinni rekstur? Daglegu rekstur. Og daglegu rekstur krefst ákveðnis aga og aðhald sem að þú, sem að ert umboðsmaður drottins og jörðu segjum, þarft alltaf að vera í samband við hann. Hann er sem sagt eigandinn. Og eigandinn lögum samkvæmt náttúrulega hefur allan rétt á öllu sem að eign sinni lítur og snýr. Þetta er mynd af þessu í orði Guðs og þar sem að ótrúi þjónninn var eitthvað að klúðra einhverju máli og hann kallaði hann á teppið og spurði hann, hverju sætir þetta? Ég heyri þessa sögur að þú sért eitthvað að bulla í þessum rekstri mínum. Og hann var settur bara út fyrir. En hann gaf honum upp skuldina, hann skuldaði honum ykkur ósköp og gaf honum upp skuldina sem var há og mikil upphæð. En þessi sem fekk uppgefnar sakir, hann breytti ekki eins við hann fólki sem skuldaði sér og var bara ljótur við þau. Þetta er líka myndin af því þegar við frelsumstum að þá gefur drottin okkur upp skuldina sem að syndin hafði hlaðið á okkur og var svo mikil í raun og veru að við gátum ekki greitt hana. En hann sagði, ok, við hreinsum þetta út og þá ætlast hann auðvitað til þess að ég taki ykkur háttaskipti í hugarfarinu. Það ekki? Og hann vill að því að hann sýndi mér miskunn, Konráð, sýnd þú miskunn á móti. Sýnd þú fólkinu í kringu þig miskunn. Ger ég það? Ekki ef þú átt að svara þig nei, þá ger ég það nú líklega ekki. Það er aukaatriði hvað við segjum það. Drottinn mælir með því. Og allt í góðu með það. En hann, sem sagt, vill þetta af minni hendi. Og þetta er eitt af því sem að drottinn er með í farvatninu og segir mér að koma daglega til sín til þess að árétta þessa hluti. Af hverju? Það þarf svo sem ekki að fara neitt mörgum orðum það. Því að við erum fljót að gleyma. Það er svarið. Við erum fljót að grípa til alls konar inngripa sem eru ekkert góð. Það eru bara ekkert guðleg. Enn og aftur sjáum við það að við þurfum á Jesú að halda. Við munum aldrei sleppa við að þurfa á honum að halda. Svo fyrir utan það, fyrir þá sem eru lengra komnir og þeir spyrja sig þetta, af hverju ættu að vilja það? Hann er bara hinn sami. Hann er svo sem að gengur í forsvari, má segja. Hann er skjöldurinn. Hann er verjan og allt sem að ríður brautina. Og við erum í skjóli hans og göngum því alltaf þurrum fótum. Það er bara í eðli hins trúaða manns, en við sjáum að við þurfum þó að gera þessi verk. Við þurfum þó að koma okkur fyrir að baki honum og leyfa honum þá að ryðja brautina. Þá göngum við líka hindrunarlaust áfram. Og það er með þetta sem er verið að tala um þegar við erum að gera einhvað merkilegt verk sem við erum ofta að gera. Og við viljum að það fari vel og þau munu fara vel ef við höldum okkur þarna. Við höldum okkur að baki hans bara frá degi til dags. Í öllum ferlunum þá erum við þar. Hann sér að koma þessu öllu heim eins og hann vill sjá það. Því hann vill sjá verkin sem ég er að gera og hann er að gera fyrir mínar hendur að þau verði mér blessun. Og Guðsríkinu auðvitað til eflingar. Þetta er alltaf miðað við sama. Að Guðsríkið eflist. Og það eflist vegna þess að verkin mín eru góð og menn sjá að þarna er verið að gera fullt af góðum hlutum. Auðvitað talar þetta í kring. Og menn sjá að þetta er trúaður maður, trúaður einstaklingur. Skiptir hann engu máli, en mögulega, hugsanlega,
lyftir þetta nafni drottins og loft og það markmiðið. Einstaklingurinn, hann auðvitað nýtur blessana af því að þjóna drottni, hvernig sem allt í kringum hann. Og þetta markmið hins kristna manns í hjarta sínu, að það sjáist ykkur ljómi af honum og henni sem á til, þó ekki sé nema þessa trú. Hún allt. Og eins og við vorum að tala þá verum við miskunnsamt fólk. Við erum ekki eins og maðurinn sem fékk uppgefna háa upphæð sem hann skuldaði og var engin borgunarmaður fyrir og vissi það sjálfur að hann væri það ekki. Hann bara núllaður út, skuldin núlluð út. Svo kemur hann frá þessum svakalega flotta fundi sínum og það engin iðrun eða neitt til, engin miskunn og einhver skuldaði honum einhverja smáæra. Hann bara lætur stinga honum í fangelsi því að mér skilst að ef að menn gátt ekki borgað þá var til nokkuð sem heitir skuldafangelsi. Ég held að þau hafa nú lengi reyndar verið við lýði nokkuð lengi í mannheimum. Þau voru það ekki núna, ekki svo ég viti. Já, nú til ykkur núna, það nú verið að dæma menn í fangelsi fyrir einhverja skuldir sem það eða svik eða hvernig það skiptir ekki máli. Þannig að þetta nú til ennþá. En þetta það sem að kristinn maður á að gera. Hann á að vera þessi miskunnsama manneskja. Og miskunnsemin kemur vegna þess að hann að stunda sína trú. Nú dagur, nú getum við ræktað okkar trú. Sumir eru uppteknari við það en aðrir. En allir gætu verið jafn uppteknir við það því að drottinn öllum kær. Hann letur engan sem vill koma. Hann letur engan sem vill rækta sína trú. Hann letur engan í að koma sem vill rækta sína trú með honum daglega. Og hvað viljum við? Ég held nú að við viljum þetta, en erum við að gera þetta? Það bara allt annað mál. Við viljum svo margt, en við gerum ekki alltaf það sem við viljum. Jafnvel, þó við vitum að þetta sé það besta sem við gætum gert í þessum degi, þá gerum við það samt ekki. Þetta maðurinn. Þetta náttúrulega verið að benda á veikleika sem þarf styrkja og getur fengið hann gegnum sína trú frá himinhæðum og ekkert minna heldur en það. Þannig ef við leitum ekki inn á þessar lendur og að þessum leiðum, þá erum við bara án afsökunar þó við séum kannski að klúðra einhverjum málum og við getum klúðrað þessu öllu. En ekki leyfum við drottni að vinna sín verk með okkur. Með okkur, já. Hann vinnur þau ekki endilega fyrir okkur, hann vinnur þau með okkur. Akkur vill hann vinna þau með okkur, vegna þess að hann vill að við lærum leið af þeim. Lærum á að leita hans fyrst og svo lærum við að treysta honum af því að hann með okkur og við finnum það. Sum verk eru þannig að við vitum að við getum engan veginn leystu án hans atbeina. Þannig nú með kannski flesta af þessu verkum að við vissum að við hefðum engan veginn geta leystu nema að því hann kom inn í málið og hann kom. Hann svarar kalli trúarinnar. Og þú trúuð manneskja og trúin í þér hann sem mér og okkur öllum talar við hvern Guð. Og þetta getur allt saman elt með okkur og í okkur, en við verðum að gera það. Það eitt af þessum verkum sem drottinn uppáleggur okkur að gera. Þessum tölum oft hér að við getum alveg verið þetta fólk sem stundum þetta á hverjum degi. Og við náttúrulega erum með svona fólk að við plönum margt, hugsum margt og viljum sjá margt gerast. En við erum komin á þann stað með okkur að við sem sagt ljáum ekki máls og öðru en að þetta sé með honum gert. Það svo sem ekki neitt flókið við þetta og ekki neitt flókið fyrir hann og hana
sem veit hvað að ræða vegna þess að eiga það sama og þessi einstaklingur. Og andinn, þeir talast við, andi Guðs í mér og í þér, þeir talast við. Þeir skilja hvorn annan, þeir eru af sama stofni, geta því ekkert annað en skilja hvorn annan. Og þeir hvetja báðir í sömu átt, legðu rækt við lifandi Guð. Af hverju segir andinn þetta? Af því hann veit að ég vel. Hann veit gjöfun sem mér var gefin, sem var frjáls hugur minn. Veit að Drottinn virðir ákvarðanir mínar. Og þetta eitt af því sem að reynslan í trúnni getur kennt okkur og gerir ef að menn taka þessu rétt. Þeir hafa séð að ákvarðanir manna, guðlegra manna, voru út í hróahött sumar. Algjörlega út í hróahött. Akkur voru þeir ekki stoppaðir? Því að Guð tekur ekki fram í fyrir hendurnar og vilja mínum, vilja þínum, vilja okkar. Og með þessa vissu gerist það, ef að menn vinna rétt úr þessu, það er svo mikilvægt að vinna rétt úr öllum hlutum, gerist það að við förum bara hreinlega að treysta Guði og við ljáum ekki máls á neinum verkum, miklum verkum, sem verkun sem við gerum eru nú nokkuð fyrirferðarmikil, nema Drottinn bara leggi blessun sína yfir þetta. Og við vitum það að því við erum að læra að það er ekki nóg bara að Drottinn leggi blessun sína yfir þetta. Hann þarf að vera með, fá að vera með í á öllum stigum verkefnisins. Það er ekki nóg að hann sé með til að byrja með. Hann þarf að vera með á öllum stigum verkefnisins. Og að því að við erum að stunda trúna okkar, læra meira trúna okkar, þá gerist það líka. Og þessi verk, þau blómstra. Þau eru blómleg frá degi til dags og vaksa í blómleika sínum. Þannig með það sem Drottinn gerir, að hann vill sjá þetta og komist hana, þá verður þetta líka með þeim hætti. Sum verk Drottins eru áratuga gömul. Og þau eru enn jafn blómleg eins og hafa alltaf verið og stærsta og augljósasta dæmið eru þetta kirkjan sjálf. Og orð Guðs sem ennþá lifandi orð, af því að Drottinn vakir yfir sínu orði. Þannig að það er ekki mitt verk að vera neitt að hafa áhyggjur af orði Guðs. Hver er ég? Halló? Hann segir sjálfur vaka yfir handverki sínu. Svo er ég eitthvað með alveg svefnlausar nætur margar yfir því að mér finnst þetta allt vera að fara í steik. Hvað gerðist hjá mér? Það er eitthvað gerst hjá mér sjálfum sem allt í einu var þess að valdandi að ýmislegt fór að hrynja fyrir mínum augum. Síðan hvenær var ég hinn heila í sannleikur. En stundum taka menn þessu svona, þeir sem sagt taka þessu stundum rangt. Það bara verður að segjast eins og er. Og aftur komum við á staðinn þar sem við horfum á Guð og segjum við sjálf á okkur, hei, ég verð að fylgja Guði í dag. Ég verð að leggja málin mín fram fyrir hann í dag. Ég verð að heyra einhver orð frá honum í dag. Já, núna er dagur. Og hver er sagan mín í þessi 32 ár sem ég er búin að vera trúaður? Já, ég get alveg sagt þér hver hún er. Hún hefur verið þessi. Ég hef komið fram fyrir Drottinn á hverjum einasta degi. Er trú mín þá svona lítil? Ég veit ekki hvað þið finnst það. En þetta er það sem ég hef gert. Og ég hef alla tíð vitað að þetta væri leiðin. Og þess vegna hef ég líka auðvitað talað þessa leið sem við verðum að fara. Við getum ekki slakað neitt á að þessu leyti. Og þeir sem að slaka á að þessu leyti, takt eftir því að þeir hafa allir misst af alveg helling. Þeir hafa dottið út mánuðum og árum saman jafnvel og komið inn aftur og eru þá búin að missa úr sinni trúargöngu mörg ár jafnvel sem þeir þurftu aldrei að gera. Þetta er nú uppskera af því að vera drattast með sína trú.
og leyfa þessum hugsunum og efasemdum öllum að draga sig þannig niður að maður bara í raun og veru rúlli út af veginum. En ég veit alveg að trúin öflugt vopn og hún svona lætur alltaf á sér kræla hvernig sem ástand mannsins Ég veit menn sem hafa ekki sést til að mynda í kirkju lengi, en ég tala aldrei öðruvísi við þá heldur en að þeir segi, já, ég þarf nú að fara að drífa mig aftur í svefninn, en svo koma þær aldrei. Þeir eru ekkert að þessu til þess að friða mig eitthvað, mér alveg sama hvort þeir komi eða komi ekki, þetta vildi ég sjá þá. En þeir gera þetta vegna þess að það trú í hjarta þeirra sem að tala. Þess að trúin þeirra, alveg svo trúin mín, vill að ég sé í söfnuðinum. Hann þá fullkominn? Söfnuðurinn fullkominn, en safnaði meðlimir ekki, þeir eru bara eins og ég. En að söfnuðurinn á meðan ég í honum og þú verður aldrei fullkominn, en umgjörðin og allt sem þarf fyrir söfnuðin fullkomlega gert. Kristur bjóða til, en sendi mig inn í söfnuðin af því ég þarf að vera það. Hann veit að söfnuðurinn byggir mig samt upp að einhverju leyti. Hann styrkir vissu mína að ég sé á réttri leið með því að ganga áfram veg lifandi Guðs. Það gerir söfnuðurinn. Þannig við sjáum mikilvægi þess að deyja sjálfinu. Það létt verk. Ég held að það sé bara mjög erfitt verk að deyja sjálfinu. Og þar komum við aftur inn á þáttinn sem að gerast í kringum okkur. Allt þetta, þessar sveiflur allar og allt sem að hringlast fyrir augunum á okkur og í sumt langar okkur og við erum fúl og svekkt yfir því að ná þessu ekki og svo kennum við þetta COVID-inum núna, við kennum því allt sem við getum ekki gert. Það að stoppa allt, segjum við. Að ég get alveg tekið undir það, þetta COVID hundleiðilegt en ég reynir nú að svona bara hafa það svolítið til hliðar og ég reynir nú bara að lifa mínu lífi sem ég alltaf gert. Hefur mér tekið stað? Já, mér hefur alveg ágætlega tekið stað og þannig að ég í sjálfu sér ekki að hugsa mikið þetta COVID. Bara aldrei ekki, en ég get nú líka alveg viðurkennt það að ég hef uppi allar þær varnir sem að mér ætlað að hafa í sambandi við þetta. Ég veit alveg hvað ég að tala Ég hef alltaf vitað það að ég gæti alveg fengið þetta eins og hver annað. Það ennþá í gangi. Þannig að ég reynir bara að fara varlega. Við getum gert svo ótal margt. En við vitum líka, og þarf ekki að fara neitt mörgum orðum það, allt getur hent alla. Við segjum að Guð verndi okkur. Já, hann verndar okkur. En þú getur lent í öllu samt þó hann vendi þig. Þannig það nú bara. Við sjáum þetta allt í kringum okkur að alls konar fólk að lenda í alls konar hlutum. Eru að missa eitt og annað, akkur venda ekki Guð þetta fólk. Ég ekki Guð, ég get ekki svarað fyrir hann, spurði hann bara sjálfur. Ég ekki viss að myndi svara þér eða mér, þó ég spurði hann að því. Ég trú á Jesú Krist. Ég vil að hugleiðir hann. Ég vil að þú opnir hjartað þitt fyrir honum núna í þessu andartaki. Opnir fyrir hann á hann og segir og spyrir hann að því, já, hvað viltu með mig í dag? Ég held ég viti svarið. Lofaðu mig, held ég að myndi segja. Við erum að tala við hann. Við höfum ekkert að snúa okkur á Satani eins og sumir kenna og hella okkur yfir hann og segja að við þjónum lifandi Guði. Af hverju? Hann veit það. Honum alveg fullkunnugt það hverju þú þjónar. Þannig að þú þarft ekkert að vera neitt að eyða orðum á hann. Ef hann eitthvað að gapa á þig, þá bara svarar hann með þessum orðum vík brott Satan og bara heldur áfram að þjóna Guði, tala við hann, lyfta upp höndum til hans. Ekkert að eyða orðum á Satan. Það nú ein lenskan hjá okkur að við höfum gert veg Satans
allt of mikinn. Satan var þarna og við erum jafnilega að henda á hann orðum alveg lónadóan og jafnilega ofta heldur en að ræða við Krist í Jesú nafni. Er þetta ekki svolítið sanningur í þessu? Eitthvað hefur skolast til ef þetta er svona og ég held að þetta sé bara mjög víða svona. Að við erum að henda á óvinnin sem Drottinn segir að við séum venduð gegn og hann sjálfur sjáu þessa vend. Til þess að við höfum allan tíma til þess að spjalla við lifandi Guð, eiga samfélag við hann í tíma og þegar við þurfum á því að halda. Við höfum upp orð gegn Satani og þau eru vígbrott Satan. Þetta er langt, svolítið síðan að maður sá þetta. Og svo fór ég að velta því fyrir mér til þess að styðja þetta sem maður er að segja. Þá sér þú ekki mikið fjallað Satan í Nýja testamentinu. Bara sára lítið. En hann er þarna samt, við vitum allt það. Þannig við erum ekkert að munnhöggvast neitt við hann, en það vill hann. Og veistu af hverju hann vill það? Af því hann vill gera allt sem hann getur til þess að þú sért ekki að ræða neitt við þennan Guð. Þannig að næst þegar eitthvað gerist, þá skaltu ekki hella þér yfir hann, Satan, því honum er alveg saman það, hann vill að þú gerir það, því að hann vill bara að þú einblínir á eitthvað annað en Guð. En Guð segir, horfðu á mig. Og þú bara snýr höfðinu og segir, vígbrott Satan, og svo heldur áfram að tala við Guð. Og ef hann heldur áfram að gjamma, þá bara segir þetta aftur. Og hann fer. Þannig hann er ekkert þetta vandamál. Akkur gengur mönnum svona illa að taka við þessu. Það því að kennslan hitt er svo greift í hjartan. Og menn trúa þessu eins og nýju neti og ég var bara á þessum stað, ég veit alveg hvað ég er að tala. En ég er það ekki lengur. Og það er alltaf að skýrast betur fyrir mér valdið sem maður býr bara í manns munni gegnum trúna. Ég segi, vígbrott Satan og það er nóg. Svo sný ég mér í hináttuna og fer að tala áfram við lifandi Guð. Þannig eigum við að gera þetta. Svo þessar yndislegu fyrirstaðir, stöður leið og við eigum að fara að gera eitthvað í Guði, þá kemur fyrirstaða. En ég er líka búinn að sjá það að hún getur verið að kvíða mínum eigin kvíða. Og ég held hún sé miklu meira það. Það rís ýmislegt upp í mér þegar mér líst ekki alveg nógu vel á það sem ég er að fara að gera. En þó mér lítist ekki alveg nógu vel á það sem er að fara að gerast, er ekki þar með sagt að einhver háskísu á ferðinni. Og oft hefur maður nú veltið fyrir sér að þetta sem hafði svo fyrir mér og manni kveið svo fyrir að fara í, svo fór maður í þetta og það bara, hvað var þetta? Akkur var ég að kvíða þessu? Svona er maðurinn. Hvar var Satan hóðna? Satan var að hindra mig. Það var nú bara ég sjálfur sem var að hindra mig. Það er ekki hann. Ég bara neita að taka við svona þvælu, sko. Bara aldeilis teki ég ekki við því. Hann á ekkert í mér. Kristus sagði það, að höfðingi heimsins ætti ekkert í sér. Og við getum sagt þetta líka fyrir okkar trú, því hann gaf okkur allt með sér. Þannig að Satan á ekkert í mér. Þetta er mikilvægt að vera með uppi, bara til þess að við einblínum með réttum hætti á þann sem við trúum á. Þannig að við munnhöggumst ekki lengur við Satan. Síðan þarna, þá er til orð á hann, nokkur orð, og þau virka. Svo heldum við áfram að ræða málin við lifandi Guð. Við erum venduð af Satan, við erum venduð af lifandi Guði, gegn honum. Og það sem Drottinn talar vend, hún er 100% skoteld. Þetta er það sem við skulum ígrunda.
En eins og ég var að tala að þá þetta rosalega greift í fólk og það rosalega erfitt að komast upp úr þessu hjólfari og það náttúrulega kemst enginn upp úr þessu hjólfari eða öðrum hjólförum nema fyrst að sjá. Það sé í einhverju hjólfari sem að komist ekki upp úr. Drottinn hefur oft sýnt mér svona hjólför sem að var til þess að maður reif sig upp úr þessu. Ef að ég geta, þá getur þú það líka. Ég held að Drottinn sé oft búinn að sannfæra okkur eitt og annað sem að hann vill að við pælum í og veltum fyrir okkur. En ef við erum svo föst í einhverju fari, þá er svo erfitt fyrir hann líka að komast að þessu fari. Og þarna vill ég benda á kennslu sem var kannski ekki alveg rétt. Við sjáum háskan sem röng kennsla eða ekki alveg rétt kennsla veldur. Hún greipir sér í hjartað og þaðan er svo erfitt að rífa hana burtu. Hvað segir þetta mér? Það er bara það sem að allir hafa þurft að hlusta á. Förum rétt með sem erum að kenna orð Guðs. Og leitum til réttara kennara og Guð á fullt af þeim, mundu það, og hlustum á þá. Eða ef við viljum ekki hlusta á kennaran, þá skulum við hlusta allavega á orðið sjálft, því við getum lesið það er þetta besta leiðin. Þá ert þú, minn kæri vinur og vinkona, að verja sjálfan þig og bak og brjóst. Þá ert þú bara að taka kennsluna beint frá himninum. Og það getur ekki klikkað. Og þetta rýrir ekkit vægi samfélagsins. Það heldur áfram að vera gullkornið í okkar lífi. Það heldur áfram að vera eitthvað sem að Drottinn setti niður fyrir mig, segðu þetta með mér, fyrir mig. Til að ég eigi samfélag við annað trúa fólk sem er eins og ég. Og nú tala ég auðvitað þá sem eru á sama vegi og ég og við skiljum hvort annan. Eins og þau sögðu þegar að hreinsaðist út úr sal hjá Drottni og þungu var þessi ræða, hver getur skilið hana? En ræða í Jesú nafni er okkur ekki þung. Við kannski skiljum hann ekki alltaf, en við samt sitjum undir henni, svo gæti, ef Guð vill, skilningurinn alveg komið. Þannig er með Guðs orð að það er að koma kannski upp og sem skilningu fyrir okkur eftir kannski langan tíma og það er allt í lagi. Eins og Drottinn sagði, hafðu ekki áhyggjur af því hvað þú verður lengi að lesa bókina til enda, því að þú munt lesa hana svo lengi sem þú lifir. Þannig er þetta. Og ég er búinn að vera trúaður yfir 30 ár og ég verð, ef Guð vill og leyfir, það sem eftir er, það sem ég er eftir lifandi. Það er minn vilji og ég held að það sé líka hans vilji. Þannig ég þarf ekki einu sinni að hafa áhyggjur af því. Ég þarf bara að lifa í deginum með Guði. Ég þarf að leyfa honum að tala til mín. Ég þarf að leyfa honum að vera það sem hann er. Ég þarf að upplifa hann sjálfur það sem hann er og ég upplifa hann þannig að því hann er þetta. Þetta er ekki flókið. Við þurfum nefnilega að muna það að hafa trúna okkar óflókna og trúin verður óflókin og óflóknari æ oftar sem við komum fyrir fætur Drottins, setjumst við fætur Drottins. Við höfum allar þessar myndir úr orði Guðs og við erum með þetta alveg á hreinu. Við sjáum munum eftir Maríu sem settist við fætur Drottins og Drottinn, við munum að hann varð hana. María valdi góða hlutskipti og það verður ekki frá henni tekið og nefndu nafnið og hann segir og það verður ekki frá henni tekið af honum. En við þurfum að velja þetta, alveg svo hún valdi þetta. Þannig að það er ekki sama hvernig við gerum þessa hluti. Við þurfum að vilja að fara þangað sjálf, við þurfum að velja að fara þangað. Og við vorum heppin í dag, við völdum að leita í rann Drottins og kannski erum við heppna fólki að því leiti til að við höfum leitað í rann Drottins og leyft honum að vera það sem hann er, því hann er það.
Hann er góður Guð. Og núna ætlar að taka ákvörðun fyrir þig það að munnhöggvast ekki fram að við Satan. Þú segir hann bara að fara í Jesú nafni, svo heldur áfram að ræða málið við Guð. Það er miklu, miklu betra. Með þeim hætti byggist líka trúin upp. En þetta er bara spurningin það hvernig við viljum hafa þetta og hverju við trúum. Eins og ég hef því miður séð að þá er búið að segja fólki svo margt. Bara því miður, og það er ekki allt rétt sem er gegnum gangandi í trúargöngu okkar. Bara ég verð nú því miður að viðurkenna það að þetta er ekki með þeim hætti, allt sé bara korrétt. En það getur alveg orðið það. Þess vegna vill Drottinn bara fá að hamra sitt orð niður til því hann leiðréttir sitt orð. Af hverju? Hann vakir yfir því. Ég hef engar áhyggjur af orði Guðs. Það var nú aldeilis fjadra fók þegar nýja þýðingi kom út á íslensku. Það voru bara allir með á hreinu að sú gríska væri svo besta. Ég veit engar sem að les grísku, þannig að ég er allavega ekki dómbar á það. Ég efast ekki það hún sé góð fyrir Grikkina, sem er þó bara að lesa sitt móðurmál. En ég er Íslendingur og ég les mitt móðurmál sem er íslenska. Akkur ætti hann eitthvað að gera upp á milli mín sem Íslendings og Grikkjans. Hann gerir það heldur ekki. Hann skilar til mín þeirri þýðingu sem ég á að fá. Skárra væri það nú. Þannig að þetta er ekki áhyggjuefni sem við ættum að hafa. Eina áhyggjuefni sem við eigum að hafa, ef við viljum hafa eitthvað áhyggjuefni, það er best að hafa ekkert, það er bara að lifa með Guði í dag og skilja hvernig hann virkar. Og núna erum við ákveðin í því, alveg bara, að við ætlum aldrei aftur að munnhaukast við Satan. Við segjum honum bara að fara, svo höldum við áfram að lofa Guð. Því að til hvers að vera munnhaukast við hann sem er ekki neitt. Nei, vinur og vinkona, Satan er ekki þessi fyrirferð sem við því miður erum allt of ofta tala og ímynda okkur í Jesú nafni. En við skulum segja þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.